Við hefjum leikinn með fólkinu á bakvið góðar sögur og hittum Dagnýju Maggíar og Eyþór Sæmundsson í stúdíóinu Lubba Peace. Þú ert að hlusta á góðar sögur. Hlaðvarp eða podcast hefur verið að ryðja sér til rúms að undanförnu og er orðinn vinsæll miðill og auðvitað er til svoleiðis á Suðurnesjum og það heitir Góðar sögur og hjá mér eru Dagnýja Maggíar og Eyþór Sæmundsson sem hafa verið að taka allnokkur viðtöl og hafa verið að birtast síðustu mánuði. Komið sæl, krakkar. Blessaður. Hvað segir þú? Hvað er svona upphafið að, hvaða sögur eru það að segja? Ég verður fyrst og fremst að segja góðar sögur. Það er mjög mikilvægt að segja góðar sögur af Suðurnesjum. Og þetta hlaðvarp er liður í ennþá stærra verkefni sem heitir Reykjanes góðar sögur. Og þar eru við að vinna með ímynd svæðisins sem hefur verið veik. Og þetta er bara einn liður í því, svona skemmtilegt undirverkefni sem við fórum að stað með fyrir ári síðan. Og þar erum við enn og aftur bara að gefa fjölbreyttari mynd af Suðurnesjamönnum. Okkur fannst kannski myndin vera skekkt á ákveðinn hátt og við höfum þess að fengið niðurstöður frá könnunum að við séum kannski frekar leiðilegt fólk sem við erum ekki alveg tilbúin að skrifa undir. Þannig að við erum svona að sýna bara fram á fjölbreytni mannlífsins og við erum alls konar, við höfum virkilega flott fólk hérna á svæðinu og við höfum góða sögur að segja og þetta svona gefur kannski nýja mynd af þessum dæmigerða Suðurnesjamanni. Eyþór, eru það að leita eftir gömlum köllum sem voru hér, útgerðarmenn eða bankastjórar eða eru þið meira svona kannski í fjölbreyttari nútíma? Fjölbreytileikinn svona er eitthvað sem við viljum sýna fyrst og fremst en svo erum við líka einmitt að skrásetja söguna. Við vildum gjarnan fá meira af svona fólki sem að, hvað maður að segja, þú veist, eftir 20 ár hugsa maður kannski tilbaka, herra já, við náðum aldrei að tala við þennan. Og þeir sem eru að skrásetja söguna hérna á svæðinu eru kannski fyrst og fremst þið tveir hérna félagar. Þannig að það eru fleiri sem að þurfa að leggja í púkið, fannst mér svona og þessi miðill fannst mér góð leið til þess. Þetta er ekki kannski flókin framleiðsla, þetta er ekki dýrt. Fólk er tilbúið að mæta, þú nærð einhvern veginn svona ítarlegri viðtölum, þetta getur verið allt frá 40 mínútum upp í 2,5 klukkutíma. Þá er svona, að gefa fólki frá Reykjanesi ákveðna rödd sem að okkur finnst ábótavant í fjölmiðlum utan kannski við ykkur einmitt og lokal miðla, þá höfum við bara ekki verið nóg hávær og ekki fengið nóg mikið pláss í fjölmiðlum og okkur fannst þetta góð leið til þess að vera bara okkar eigin framleiðsla. Getum bara, við erum okkar eigin svona útastöð í rauninni, það er það sem hlaðvarpið hefur. Þetta er svo einfaldur miðill en með kannski aðkomu þegar í Lubba Peace þá gerum við þetta svolítið faglega. Gerum þetta þannig að þetta geti lifað og svona einmitt skilur eftir sig svona spor í sögunni. Gott hljóð, alvöru vinna og svona, það skiptir máli þegar það var að gera þessa hluti. Og við erum líka svona að reynum að fá einmitt leituðum hérna, þetta Suðurnesja fyrirtæki og ljósmyndari sem hefur tekið fyrir okkur alvöru myndir og Eygló Gísla njörgingur. Þannig að við svona leitum í heimahagana og við náttúrulega heimamenn. Svo svona, þetta hafa nú allt verið heimamenn sem eru viðmælendur en við erum jafnvel að fara að leita fanga víðar. Það er svona vinir Suðurnesja sem eiga alls kyns sögur tengda svæðinu eða einhverja rætur eða eitthvað, þú veist. Þannig að hér er alveg endalaust af sögum, það er bara spurningum að koma þeim á framfæri. Það er alveg mjög góður slatti, ég get sagt ykkur það er alveg til góður slatti í hópi ef þeir að leita viðmælendum. Ég held að það er það ekki. Jú, og það er líka bara gaman hvað allir taka vel í erindið. Menn segja bara já strax og eru tilbúin að mæta hérna í settið og svara spurningum og það kemur okkur líka skemmtilega óvart að fólk verður bara mjög einlægt. Þetta er einhvern veginn þannig miðill að fólk kemur með sína persónlega sögu sem að mér finnst líka mjög sterkt. Fólk sem hefur gengið gegnum ýmsa erfiðleika, afrekað einhverju stóru og annað. Það er mikið hægt að segja þessa sögu og menn hafa gert það bara ótrúlega vel. Og
þetta hefur gengið vel það sem að vera og þið eru búin að fá góða sögur í rauninni. Jú, við erum held ég komið með við stendum á 20 þætti til að byrja með og við erum langlega komið þangað og vonandi höldum við bara áfram. Viðtökurnar allan eru mjög góðar og það kemur okkur eiginlega bara pínu óvart hvað það eru margir að hlusta og það er svona vaxandi gangur sem ég held að sé bara mjög gott. Og þetta er líka mikilvægt fyrir Suðurnesjamenn sjálfa og við hvetjum það náttúrulega sjálfsögðu alla til þess að hlusta á þættina af því að í raun og veru við erum bestu sendiherrarnir fyrir þetta svæði. Þannig að ef að Suðurnesjamenn að hlusta þá erum við rosalega sátt því að þá vitum við að þeir segja öðrum frá. Það má segja að þetta sé svona útvarp Suðurnesja en í nýjum miðli. Hlaðvarpi er orðið eins svona þægilegu miðill því að maður getur hlustað og spilað hvenær sem maður vill. Akkurat. Bara svona við heimilistörfin er svona sem ég nota þetta mitt oft mest. Maður er að vaska upp eða setja í vélina og þá er maður hlustað á brotur okkur þætti og svo ferðu að sinna okkur öðru en tekur upp þráðinn svo síðar og ég jafnan sofna við þetta. Sofna ekki við mína þætti kom svo sem en kannski ykkur aðra þá finnst mér gott að vera með þetta og nú er ég byrjað að nota einmitt. Fekk mér bara nýlega svona AirPods heyrnartól og þá er ég, þegar ég er að svæfa þá er ég með í öðru eyranu. Þykist hlusta á börnin en er að hlusta á eitthvað allt annað, eitthvað sem áhugaverðara. Svona þegar það er kvartað undan að vilja ekki fara að sofa. En jú, þessi miðill er alveg geggjaður og það er bara þvílík gróska í hlaðvörpum að þau eru örugglega á annað 1000 bara íslensk geti ímyndað mér. Þannig að við erum svolítið fegin að við erum með svona sértækt eitthvað landsvæði og við erum svona hálfgerð eitthvað stofnun, markastofan og heklan á bakvið þetta. Það er ekkert sjálfgefið eitthvað klikki á þetta. Þú sér bara eitthvað góðar sögur, þú veist í rauninu kannski ekki hvað er á bakvið og við erum ekki eitthvað þekkt fólk þannig sem eins og margir þekktir einstaklingar með hlaðvarp kannski fá automatískt eitthvað fylgi. Þannig að við erum gríðarlega ánægð og svo einhvern veginn bara höfum við fengið eitthvað miklu betri sögur en ég bjóst við, bara fólk er einhvern veginn þetta er stundum svona, og sumir hafa sagt það sem að setja hérna í þessu stól sem ég set núna eins og að fara í þerapíu bara, þú veist, að fara í sálfræðitíma þó fólk opnar sér rosa mikið í svona lengra spjalli og þó þetta heiti góðar sögur þá er þetta bara allavega sögur, það er oft maður er oft erfitt með sig, það er sorglega sögur, átakanlegar, fyndnar, þú veist, það er svona við náum að sýna alla flóruna einhvern veginn finnst mér hafa komið nokkuð vel fram og núna er maður bara fullur á eldmóði einhvern veginn að gera fleiri það er eins og þú segir, það er nóg að viðmælendum. Ég heyrði nýlega til dæmis viðtal við Gunnar Örlygs og Guðbjörgu Glóð fiskikonu Keflvíking sem er í Reykjavík. Þau voru að opna sig mjög mikið og þetta gerist svona kannski þegar þú ert bara með hljóðnumann og það er nægur tími, það er engin pressa eins og oft er í sjónvarpsviðtölum. Akkurat, þú veist, í rauninni er engin gluggi, það er engin lengd sem við erum búin að ákveða þannig og svo kannski þegar liðið er á viðtali þá fer fólk að gleyma bara mikrofónunum og þá er þetta orðið bara spjall. Það er rauninni ótrúlegt hvað fólk er tilbúið svona og jafnvel svona eftir á að hafa viðmælendur sagt bara, ég sagði bara allt einhvern veginn, ég átti ekki von á því og ætlaði kannski ekki að segja það en þú veist, það er svo sem enginn farið með einhvern bömmir hérna út en það er ótrúlega gaman. Ég persónulega allavega fíla þessi einlægu og svona persónulega hlaðvörp og svo finnst mér svo gaman, það er svo sem engin mælikvarði þannig en það fólk sem maður hittur þó á þessum tímum, það er bara í leikskólanum og búðinu og eitthvað svona, ég gjarnan stoppaður á förnum vegi og fólk er að hlusta og heimamennir eru okkar sendiherrar eins og Dagný sagði. Það er einhvern veginn alveg bara svolítið svona stolt að þessu og mitt þú veist í öllum þessum stóru hlaðvörpum. Ég bara svona man ekki eftir mörgum viðmælendum hreinlega frá Suðurnesjum í þessum stærstu og vinsælustu hlaðvörpum. Það er eins og við séum ekki á radarnum stundum. Dagný, þannig að við Suðurnesjamenn þurfum það bara tökum þetta í okkar hendur og komum okkur á framfæri og það er bara oft þannig. Það er ímyndin, hún hefur verið misjöfn hérna á svæðinu og það var talað slæma ímynd fyrir nokkrum árum síðan
5 árum síðan að vildi enginn búa á Suðurnesjum, samt koma allir, getur við sagt, ekki fylltist en það fjölgaði mest á Íslandi á Suðurnesjum og í Reykjanesbæ. Þannig að þetta nú svolítið skrítið stundum þegar verið að tala ímynd, en þið eru þó að haldinni við með þessu. Það verið að benda á marga skemmtilega hluti sem hafa verið í gangi í þetta. Já, þetta einmitt eins og að segja merkileg þversögn, einmitt á meðan kannski allt svona svarta þá samt heldum íbúum alltaf áfram að fjölga og við tökum á móti fólki. Þannig að ég held að við eigum svo mikið inni og eins og segir, þú veist, við ætlum að halda áfram og við hvetjum bara Suðurnesjamenn til þess að hlusta og deila einmitt bara og vera svolítið stoltir af sínu svæði, eins og ég segi, þú veist, það eru við sjálf sem að svolítið stjórnum ímyndin okkar og ímyndin á þessu svæði. Og ég segi bara, ég hef verið að hlusta á þættina hans Eyþórs til dæmis og einmitt hlusta á viðtal Gunnar Örlygs og mér fannst þetta bara mjög merkilegt að vita meira sögu körfuboltans og hvernig það var þegar körfuboltinn var bara lífið hérna á Suðurnesjum og einmitt Guðbjörg Lóð og fleiri bara mjög flotti viðmælendur. Þannig að ég sjálf var bara að læra hellinga að hlusta og þannig að ég hvet bara alla Suðurnesjamenn til að hlusta. Á góða sögur. Takk fyrir spjallið. Takk.